Já, verið velkomin á þessa vefamálstofu. Ég heiti Kristbjörg Olsen. En þetta sem sagt ritverkefni í Moodle. En þetta á í rauninni við öll verkefnaskil. Nemendur getur þetta skilað hvers konar skrá, vídeóskrá eða Word-skrá eða PDF eða hvað sem er. Að þetta á ekki eingöngu við ritverkefni þó ég leggi mesta áherslu á það hér. Velkomin, Þórður. Hér er ég komin á stjórnborðið mitt og ég hef stofnað hérna námskeið fyrir þetta. Það sem ég ætla að byrja á að gera er að fara í gegnum nokkur verkefni sem ég hef stofnað. Þau eru sett upp með ólíkum hætti og ég sýni verkefnaskil og endurgjöf. Þannig að ég byrja í rauninni á öfugum enda og síðan mun ég fara í uppsetningu á þessum verkefnum og hvaða atriði stjórna hverju eða hvaða stillingar stjórna hvaða atriði. Við byrjum bara að kíkja hérna á verkefni númer 1. Þá er þetta opnast verkefni hér, lýsing kennarans á verkefninu kemur fram hér og svo eru ákveðnar upplýsingar hér skiladag og annað. Hér er tannhjólið og þar get ég komist í uppsetningu verkefnisins aftur ef ég þarf að breyta einhverju. Sér hann einkunnagjöf ef ég vil búa til einkunnaramma eða rúbrikku fyrir þetta verkefni sem ég mun sýna betur á eftir. Og síðan er heilmikið af fleiri atriðum hérna, skoðum þetta öll verkefnaskil nemenda. Þetta er sami tengill í rauninni og er hér. Já, ég fer ekkert í þessar heimildir sem eru ekki mikið notað eða user overrides eða neitt. Ég fer aðallega í það sem kennarar nota mest. En byrja á að fara hér í skoða meta öll verkefnaskil. Þetta er verkefni sem nemendur mega skila oftar en einu sinni og hér sé ég strax að það eru 2 nemendur, gervinemendur sem hafa skilað þessu verkefni og hér hjá öðrum stendur staðan endurtekin verkefnaskil sem að þýðir að hann hefur skilað þessu verkefni oftar en einu sinni og hann hefur bara skilað til einkunnagjafar og það þýðir í rauninni að hann hefur bara skilað þessu einu sinni. Ef ég fer hérna í einkunn hjá þeim sem hefur skilað, þá fæ ég upp þetta viðmót hér. Hér hægra megin, þar get ég gefið einkunn og sett athugasemdir. Fyrir neðan ritilinn, þar birtast alltaf atriði sem eru sérstillingar fyrir verkefni. Hérna kemur fram endurtekin verkefnaskil, eru stillt á handvirkt, ég get handvirkt leyft nemandanum að skila aftur. Og hérna get ég farið að skoða mismunandi skil. Hann skilar hérna skil númer 1 hjá þessum nemanda voru 9. október kl. 4:18 og ég get merkt við fyrstu skilin hans og skoða þau. Og inn í þeim skilum, þar eru í rauninni hérna endurgjöfin mín. Hann skilaði, ég gaf honum endurgjöf og leyfði honum að skila aftur. Þess vegna er hann kominn með mörg skil. Ég get farið hérna að skoða skil númer 2. Þar eru aðrar athugasemdir inn í skjalinu hjá nemandanum. Svo hef ég leyft þessum nemanda að skila í 3. sinn. Ef ég skoða það, þá er ekkert komið. Hann er greinilega ekki búinn að skila í 3. sinn. Nú ætla ég að fara aftur, kalla hérna fram, segi ég annan nemanda, það er hérna efst upp í hægra horninu. Þar fæ ég upp alla nemendur. Ég get smellt á bara næsta nemanda hérna, eða hér niðri líka, lista ef ég hefði gert breytingar. Eða sett athugasemdir hérna til nemandans sem heitir gervinemandi 1. Þá get ég líka farið bara vista og halda áfram, kalla fram næsta nemanda. Hér get ég hakað við tilkynna nemendum. Ef ég vil tilkynna þá í tölvupósti að ég hafi gefið einhverja umsögn í verkefninu. Ég ætla að fara hér í gervinemanda 2. sem ég sá á hana og var búin að skila einhverju.
Og ástæðan, já, ágætt að minnast á það að þessir nemendur, þeir eru að skila PDF-skjali og það er eiginlega skilyrði fyrir því að skjalið birtist hér. Nemendur þurfa að skila PDF. Hér er þessi búin að skila sem sagt bara í fyrsta skipti. Og þá sjáum við hérna niðri, endurtekin verkefnaskil, leyfa aðra tilraun. Hér get ég sagt já, get sett inn athugasemdir, sett já hér, leyft aðra tilraun. En athugasemdirnar get ég sett inn í skjali með þessum verkfæri sem eru hérna uppi. Og ég smelli hér, þá get ég sett inn einhvern texta. Inngang. Ég gæti sett þessa athugasemd í flýtilista ef ég ætla að nota eftir einhver athugasemd sem ég nota mikið hjá fleiri nefndum. Þá get ég sett hann í flýtilista og náð í hana í sama merki hérna hjá næsta nemanda. Þetta minnkar sem sagt svona niður í litla bólu. Ef ég vil færa þetta, þá nota ég örvarhnappinn. Og hérna er ég eitthvað að rugla, nei, svona, sem að ég vilji bara til að hann sé ekki yfir textan. Nemandinn sér þetta eins, hann sér bóluna og getur sett músina yfir. Og hér eru fleiri verkfæri, það eru hérna svona svokallaðir stimplar sem að ég get sett inn. Það er hægt að strika yfir eða svona highlighta. Og hér myndi ég velja litin á pennanum. Það er að ramma inn texta og það er liturinn hér líka sem ég get valið. Það er að teikna inn og setja línur inn á, til dæmis yfir texta. Þessi verkfæri er til að færa hluti til. Ef ég vil eyða einhverju, þá smelli ég á það, ég smelti hérna að nota örvarhnappinn, smelli á það, þá fæ ég svona ruslatunnu sem ég get smellt á til að eyða atriðinu. Segjum að þetta sé nóg, nægar athugasemdir í bili fyrir þennan nemanda og ég ætla að leyfa honum hérna að skila já, aftur annarri tilraun og vista og halda áfram. Breytingavista er ok. Og ég fæ næsta nemanda sem er gervinemandi 3 og hann hefur greinilega engu skilað ennþá. Til að fara aftur þarna í verkefnaskilin, þá fer ég hérna að smelli bara hér á heiti verkefnisins og kem þá hérna kannski eitthvað fleira sem ég sýni hér. Það er til dæmis breyta hérna. Hér gæti ég lengt skilafrest, segjum ef þetta væri verkefni sem ætti að skila einu sinni og frestur væri útrunnin. Þá get ég lengt skilafrest hjá þessum nemanda hér. Breyta skilum hefur kennarinn ekki. Ég hef það bara því að ég er admin í kerfinu. En komið í veg fyrir breytingar á verkefnaskilum. Þarna get ég læst segjum að ég sé búin að gefa umsögn og einkunn fyrir þetta verkefni og ég telji að það sé bara því sé fullskilað til að koma í veg fyrir að nemandinn skili aftur eða breytingurinn, þá get ég læst því og vali hér komið í veg fyrir breytingar á verkefnaskilum. Ég get líka í staðinn fyrir að smetla á einkunn og gefa einkunn þarna í hinu umhverfinu hér, segjum að ég sé að gefa einkunn fyrir þetta verkefni. Ég get gefið einkunnina hér, 8,5 og sett umsögn einhverja hér í nemandans, vista breytingar og farið aftur í skoða með öll verkefnaskil og sjá að einkunnin er hér. Ég get náttúrulega líka, segjum að ég sé tilbúin með einkunnir fyrir þetta verkefni, að þá get ég slegið þær inn í þennan reit hér og vistað og sett inn athugasemdir í litla reitin hérna til hliðar. Eitthvað fleira hér, athugasemdir verkefnaskil.
ef að nemandinn sendir athugasemdir með skjalinu sínu, þá koma þær fram hér. Og hér get ég líka sendt nemanda athugasemd. En það 0 hérna, þýðir að nemandinn hefur ekki sent athugasemd með skilunum sínum. Það fleira dót hérna niðri. Ég get hakað við einhverja nemendur, valið að læsa verkefnaskilum eða opna fyrir eða lengja skilafrest hjá þeim sem ég hakaði við eða leyfa öllum þessum sem ég haka við að skila aftur, leyfa þeirra tilraun. Flýtiskráning einkunna, ef ég haka úr þessu, þá sjáum við þá hverfur reiturinn hér. Þá get ég ekki skráð einkunna í þessu viðmóti. Þannig að það skilyrði til að fá litla reitin fyrir einkunn að hafa flýtiskráningu virkjaða. Þá fæ ég þennan möguleika að skrá einkunn hérna á einni síðu fyrir alla. Ég held ég hafi sagt nóg þetta verkefni. Ég vil sem að opna hérna bara í ritan og fara hérna bara í opna uppsetninguna hérna. Afsakið, að gera þetta aðeins annan hátt. Ég ætla að byrja bara á að stofna hérna nýtt skilaverkefni, hafa það opið á einum stað. Og kannski ágætt að sýna svona eftir hvert og eitt verkefni, hvernig maður virkjar það að nemandi megi skila oftar en einu sinni. Segjum að ég að stofna hérna nýtt verkefni, smelli á opna allt hérna hægra megin til að opna alla möguleika. Hvar var þetta nú aftur? Það hérna stillingar á verkefnaskilum, endurtekin verkefnaskil. Ef ég vil hafa þetta verkefni sem ég að stofna eins og sem ég var að sýna ykkur, þá myndi ég velja hérna handvirkt. Þá get ég handvirkt leyft nemanda að skila aftur og aftur þegar ég búin að gefa ykkur komment. Ég get líka valið sjálfvirkt þar til staðist og hámarksfjöldi tilrauna leyft nemandana sem sagt að hámarki að skila þrisvar sinnum. Þá verður það sem sagt sjálfvirkt að hann fær að skila aftur og aftur þrisvar sinnum. En kíkjum á næsta verkefni. Það nemandi skrifar beint inn í Moodle og þá hann ekki að skila skrá eins og í hinu, skila hann PDF-skrá. Hér skrifar nemandinn beint inn í Moodle og það svona ritil. Skoða og meta öll verkefnaskil. Hér kemur fram að gervinemandi 1 hefur skilað, þetta svokallað texti á vef verkefni og hann hefur skilað 157 orðum. Gervinemandi 285 orðum, þetta er náttúrulega bara einhver fulltexti sem ég sitt hérna inn. Til þess að, kannski kíkja á þetta hérna í einkunn líka. Þannig að í einhverjum skólinn sem ég aðstoða hjá, þá kemur texti á vef sem er settur beint inn í kerfið, hann kemur líka hér en sjáið, hér eru 157 orð sem nemandinn skilar. Þetta í rauninni það sem textinn sem nemandinn skilar inn og ég get smellt hérna á, það eru 3 möguleika með viðmótið, þannig að ég get stækkað þetta svona því að nú ég í rauninni ekkert að nota þennan glugga í þessu tilfelli. En þá get ég nota hnappana hérna niður til að breyta, skoða bara þetta. Hérna get ég lesið texta nemandans, skrifað athugasemdir. Þetta svona mini athugasemd með verkefninu.
gefið einkunn, já, í þessu tilfelli valdi ég einkunnaskala, sem sagt, ekki gefa einkunn á skalanum 0 til 10, heldur velja bara lokið eða ólokið. Skrifað athugasemdir eða umsögn í ritilinn fyrir neðan og þar get ég auðvitað líka, eða hvað, nei, ég get ekki tekið upp. Það er nefnilega ennþá þannig að upptökunapparnir í ritlinu til að taka vídeó eða hljóðskrá og þeir eru ekki þegar maður er að gefa umsögn í verkefni. Stillingar á verkefnaskilum, já, ég hef greinilega gleymt að taka hér af þegar ég stofnaði þetta verkefni leyfa, þannig að ég get leyft nemandanum að skila þessu aftur. Gæti valið hérna að þessu væri ólokið, skrifað athugasemdir, leyft að skila aftur. Það skal ég kíkja núna, ég sér að með ykkur nemendaviðmótinu á þessu hér. Hér er ég skráðinn í Moodle sem þessi gerði nemandi 1 og hann fer inn á sama námskeið. Nemandi skrifa beint inn í Moodle og hér fær hann add new attempt, já, þetta fara í íslenska viðmóti hérna. Ný tilraun sem byggir á fyrri skilum eða bara ný tóm tilraun. Hann fær textan sem hann skilaði síðast, getur breytt honum. Og já, hér kæmi athugasemdin ef ég hefði sem kennari skrifað á honum eitthvað. En ég, já. Ég ætla að fara aftur í kennaraviðmótið. Ef við kíkjum á nemandi skrifa beint inn í Moodle, kíkjum aðeins á stillingarna þar, fer hérna í uppsetningu á verkefninu. Þá er það hér tegund verkefna skila. Í þessu tilfelli er hakað bara við texti á vef en hakað úr skráarskil. Það er auðvitað hægt að gera hvoru tveggja. En hér sjáum við að ég hef sett hámark á orðafjölda fyrir þessi skil og sett hann í 200 orð. Nemandinn hann hefur í ritlinum napp. Það er þessi nappur hér. Þá Word Syntax 3, þetta er á eitthvað endalegt en kannski út af þessum bólulista. En hér hefur nemandinn napp til að skoða orðafjöldan og kerfið stoppar hann af ef hann skilar fleiri orðum en þau sem ég set hér 200 hámark. Þetta er í rauninni einu stillingarnar sem fyrir utan þessar almennu tímastillingar á þessu verkefni. Þá er þetta eina sem ég þarf að virka til að láta nemanda skila texta á vef, skrifa beint inn í kerfið. Já, ég ætla að fara alveg í þessar stillingar á eftir, hvernig nýtt verkefni er stofnað, hópverkefni er næst. Hér stilti ég þetta þannig að það er tengt við hópa sem ég stofnaði í námskeiðinu. Ég byrjaði á að stofna hópana, kannski ég byrja á að sýna ykkur það. Fyrir þá sem ekki hafa notað hópa. Hér fer ég í þáttakendur, efst til vinstri, til þess að kíkja á hópana. Það er tannhjóli hérna hægra megin hjá þáttakendum, þar eru hóparnir. Og þá kem ég í sama viðmót og var áður í Moodle, það er að mynda hóp. Hér hef ég stofnað 2 hópa. Hópur A, 2 nemendur
hópur B, 2 nemendur í honum. Og ég setti þessa hópa saman í svokallað knippi eða klasa. Og við sjáum það, ég kallaði þetta knippi verkefnahópar og í því eru þessi 2 hópar, hópur A og hópur B. Ef ég fer núna í verkefnið, þá eru hérna almennar upplýsingar um það og ég fer í skoða og meta öll verkefnaskil. Til að gefa einkunn eða umsögn fyrir hóp, að þá þarf að fara hér í einkunn. Það sést að það er búið að skila og það er nóg að 1 nemandi í hópi skili, nema ég taki annað fram í uppsetningu verkefnisins. Ég get valið þar að allir eigi að skila einhverju, og sem er í sumum hópverkefnum, en í þessu tilfelli átti 1 að skila og þá koma skilin fram hjá öllum meðlimum hópsins. Og þegar ég gef einkunn umsögn þá kemur hún fram hjá öllum meðlimum hópsins. Ef að 1 skilar í hópnum, þá sjá hinir nemendurnir líka að það er búið að skila. Ég fer hér í einkunn. Þá er þetta PDF-skjal sem var skilað. Og hér get ég gefið einkunn fyrir það. Og hérna fyrir neðan ritilinn, stillingar á hópaskilum, skráning einkunna og endurgjöf á allan hópinn. Það er sjálfvalið já að allt sem ég skrifa hér og einkunna sem ég gef fer sjálfvalið á allan hópinn. Ef hins vegar ég ætla að gefa einum nemanda í hópnum eitthvað aðra einkunn eða aðra umsögn, þá get ég það auðvitað líka. Ég gæti valið til dæmis þennan gervinemanda 1 sem ég er með hér. Ég gæti valið að segja eitthvað við hann, gefa honum hærri eða lægri einkunn ef ég hef frétt að hann hefur ekkert unnið í hópnum og sagt nei hér, ekki skrá á alla í hópnum. Þá skráist þessi einkunn og þessi umsögn bara á þennan nemanda. En oftast er það þannig í hópverkefni að maður vill að þetta umsögnin fari á alla. Ég held að sé ekki, man ekki eftir meira hér. Það er þetta bara klassíska, gefa einkunn, gefa umsögn, skrifa inn í skjalið. Ef ég skrifa inn í skjalið hér, ég setja einhverjar athugasemdir hér. Það sem ég setti flýtilistan á hann, það kemur fram hérna. Allt sem ég setja inn í skjalið, það sjá aðrir nemendur líka. Ef að ég segi já hér og skila á alla. Ég sé hópinn hér, ég sé að gervinemandi 1, hann er í hópi B, en ég get ekki valið sem sagt hópinn sérstaklega til að gefa einkunn. Það kemur bara nemandi. Hérna fæ ég gervinemandi 2 sem er í hópi B líka. Þetta er eitthvað, já. Ég er eins og búin að gefa, ég sé að ég er búin að gefa einkunn, hann er líka í hópi sem ég var búin að gefa einkunn fyrir, en hann kemur eitthvað síður. Það væri náttúrulega leiðura ef að ég fengi bara 1 úr hverjum hópi, en þannig var því miður ekki. Ég get líka valið hér bara í næsta nemanda, eins og áðan. Hópverkefni, ég ætla að sýna stillingar fyrir það, ég ætla að fara hérna. Hér eru tenglar sem ég get notað til að fara í á forsíðu námskeiðsins, ritverkefni í Moodle. Og ég fer hér, já. Fer hér í verkefni sem ég var að stofna. Þar er stillingar á hópaskilum og hópverkefni. Ef ég vil já þar, þá bætast við auka stillingar sem ég þarf að huga. Og svo mikilvægasta er að velja knippi fyrir hópverkefnisins
því miður þá kemur Moodle ekki í veg fyrir að maður gleymi því. Ef ég gleymi því þá notar Moodle bara alla hópa sem eru í námskeiðinu og það allt í lagi ef að kennari kannski bara með 3 hópa sem tilheyra þessu. En ef að kennari eins og oft þá hann kannski með hópa sem hann með í umræðum, aðra hópa sem voru í öðru verkefni og svo hann með 3. hópaskiptinguna í þessu, þá nauðsynlegt að setja hópana í knippi saman. Og ég var búin að gera það áðan. Ég var búin að búa til knippi, þetta knippi eða klasi stundum kallað. Ég var búin að setja hópana í knippi sem heitir verkefnahópar. Þannig að ég vel það hérna. Síðan get ég valið hérna skilyrða meðlimir hóps til að skila verkefni alla meðlimir hóps, segi ég. Og ef ég smelli hér á spurningamerkið, þá segir if enabled, all members of the student group must click the submit button for this assignment before the group submission will be considered as submitted. Þessi hnappur sem vísað í submit button, hann hér fyrir ofan. Krefjast þess að nemendur smetla á skilana ef að þeir eiga allir í hópnum, eiga að skilja einhverju skjali, einhverjum hluta verkefnisins kannski, þá þarf ég að velja hér já. Og þannig að þá smetla þeir á skila og þegar allir í hóp eru búnir að smetla á skila, að þá skoðar Moodle, þá skilgreinir Moodle verkefni hópsins sem skilað. Og hérna núna virkjast þetta því ég valdi hnappurinn ætti að virkjast, að þá get ég valið hér skilyrða alla meðlimir hóps til að skila. Já. Í flestum tilfellum þar sem ég verið aðstoðarkennara þá hins vegar bara einn sem á að skila fyrir hópinn. Þá þarf maður ekkert að huga þessum hnappi eða þessari stillingu. Þetta, ég átta mig nú ekki alveg á hvað group to make submission. If enabled, users who are not members of a group will be unable to make submission. Já, yfirleitt það þannig í Moodle að nemendur get ekki skilað nema þeir séu í hóp ef að þetta hópverkefni. Þannig að, já, en þá eftir að komast að leyndardómunum á bak við þessa stillingu. Hún hefur allavega ekkert haft neina áhrif á neitt sem ég hef aðstofað með hingað til. Hópverkefni sem sagt bara hópverkefni, já, velja knippi fyrir hópverkefni. Og tímastillingar síðan bara og hvort þetta skráaskil eða texta á vef eða hvað. Næsta verkefni, það verkefni með einkunnarramma eða rúbriku. Og ég fer í skoða með öll verkefnaskil þar. Þá sé ég að það einn nemandi, þetta ekki hópverkefni, þetta bara einstaklings. Einn nemandi búinn að skila. Hér fer ég í einkunn. Já, takk ég eftir einu að nú engin reitur hér til að gefa einkunn eins og áðan. Og það ekki hægt að virkja flýtiskil. Það út af því að það rúbrika í þessu verkefni sem á að nota til námsmatsins. Og rúbrikan náttúrulega getur ekki komið fram hér. Maður smellir á einkunn til að fá rúbrikuna fram. Hérna kemur PDF-skjalið sem nemandinn skilaði og ég get náttúrulega skrifað inn í það, notað þessi verkfæri til að benda á eitthvað. Og hérna megin kemur rúbrikan fram. Þetta bara svona einhver mjög einföld rúbrika sem að ég setti þarna og útbjó. Hér greinilega athugasemd. Já, nemandi situr athugasemd hér. Og ég get sent honum athugasemd á móti. Hérna vel ég einkunn fyrir inngang og ég get sett hér hérna svona komment athugasemdir. Til dæmis hérna hvers vegna fékk ekki hæsta skor fyrir innganginn, hvað vantaði upp á meginmál. Og
Svona er gefin einkunn fyrir rúbrikuna. Ég mun sýna ykkur hvernig hún er uppsett síðan. Hérna eru heildarathugasemdir sem ég get sett fyrir verkefnið. Og Moodle reiknar síðan út úr þessum stigum. Ég valdi í verkefninu einkunnarskala bara venjuleg stig 0 til 10. Þannig að nemandinn fær einkunn á bilinu 0 til 10 og Moodle reiknar út fyrir mig stigin sem hann fær úr þessu yfir í 0 til 10 skalan. Þá geta að sýna hvernig nemandinn sér þetta. Hér er ég sem gervinemandi 1 eins og áðan og ef hann smellir hér á verkefni með einkunnarramma þá sér hann lýsinguna hér efst á verkefninu, hvað hann á að gera og kannski hæfniviðmið sem tengist verkefninu og vægja loka einkunn. Hér kemur einkunnarramminn fram hjá nemandanum. Hann sér á hvaða forsendum verkið er metið, skilin eru metin. Og hér hefur hann skilað og hann hefur ennþá tækifæri til að breyta skilum af því að tíminn er ekki runnin út. Tíminn skiladagur, 5. dagur, 11. október. Þannig að hann getur breytt skilunum svona fram að því ef kennarinn vill koma í veg fyrir breytingar þá getur hann læst verkefnaskilunum eins og ég sýndi áðan. Förum aftur í kennarann. Hér er kennarinn. Segjum að ég sé að stofna hér verkefni með einkunnarramma. Ég fæ kannski spurningar á eftir, ég veit ekki hvort ég á að segja eitthvað. Já, ætli ég segi ekki frá svona flestu sem er hér í lokin. Stillingar á verkefnaskilum, einkunn. Hérna er sjálfvalið stig og það er það sem flestir nota, það er bara hámarksstig 10. Þá er ég í rauninni að gefa einkunn á bilinu 0 til 10 og það er það sem langflestir nota. Hér get ég valið einkunnaskali, segjum að þetta sé verkefni eins og ég sýndi ykkur áðan þar sem ég gaf bara lokið eða ólokið. Þá get ég valið einkunnaskali og þá eru tilbúnir hér nokkrir einkunnaskalar, til dæmis lokið ólokið, lokið að hluta lokið ólokið, staðið ekki staðið. Kennarinn getur sjálfur búið til einkunnaskala í einkunnabókinni og þá kemur hann fram hér. Ég ætlaði nú ekkert að sýna einkunnaskala en sjáum til ef þið hafið spurningar það. Ég ætla að halda mig núna við bara stig 0 til 10. Hér fyrir neðan get ég valið einfalda beina einkunnagjöf, það er sjálfvalið og það þýðir í rauninni að ég gef bara einkunn 8,5, 5,5, 7,5 eða 7 eða hvað sem er upp að 10. En hér vel ég einkunnarrammi eða rúbriku og það eru tvennslegs rúbrikur. Það er þessi einkunnarrammi sem er svona tafla eins og ég sýndi ykkur á og síðan er það einfaldari tegund. Það er bara svona listi af þáttum sem ég gef einkunn fyrir. Einkunnarrammi, ef ég vel það, er svo hérna í vista og birta og þá spyr Moodle hvort ég vilji búa til nýjan einkunnarramma eða nota einkunnarramma sem til er fyrir. Ef ég hef búið til einkunnarramma, þá vil ég kannski nota hann og þá myndi ég smella hér. Af því að ég er hérna með þetta hlutverk í kerfinu og fæ upp alls konar sem að þeim myndu ekki sjá. Hérna sé ég einkunnarramma frá einhverjum sem að hefur verið notaður og kannski ágætt bara að stelast til að sýna hann. Hér sjáum við að þetta er einkunnarrammar, afsakið ég er að fara með þetta svona fram og tilbaka. Einkunnarrammar eru oft, það er mikið oft í þeim og skilgreint alveg út í ystu æsar hvað
hvað þarf að vera í verkefninu, hvað þarf til að ná ákveðnum stigafjölda og við sjáum hérna skilgreiningu hugtaka og það svona, hér gæti ég gefið nemanda einkunn út frá mismunandi stigum. Ég svona sleppa til að finna mína eigin skala, þá myndi ég haka hér við, nota mína eigin skala og leita. Ef ég man hvaða heiti ég gaf einkunnarrammanum, þá gæti ég slegið þar inn og leita. Ég get líka sleppt í að slá inn og smella og leita og ég fæ alls konar skala frá alls konar fólki. Það hérna af því að ég admin, skráði mig inn sem admin. En einfaldur að geta skoða hann, ég held þetta sé svo sama og ég var með áðan. Það gefið fyrir innganginn, 2 stig, fyrir meginmálið, það 0, 2, 4 eða 6 stig. Þannig að það skiptir ekki máli hversu mörg stig í hverjum þætti fyrir sig. Þau geta verið mismörg, segi ég, en þau þurfa alltaf að byrja í 0 stigum. Til að Moodle geti reiknað rétt úr rammanum, þá þarf hvert atriði að byrja í 0 stigum. Segjum að ég vildi búa til nýjan einkunnarramma, til að fara hér í brauðmálslóðinu, eða kannski ágætt að fara hinum megin. Þið eru búin að stofna hugsanlega hérna en eigið eftir að búa til einkunnarramma. Þetta verkefni sem ég stofnaði og get ég farið hér í tannhjólið og farið í sérhæfða einkunnagjöf til að búa til einkunnarramma. Búa til nýjan einkunnarramma og það gott að gefa honum eitthvað lýsandi heiti sem að ég þekki í framtíðinni til að geta notað hann aftur og auðvelda mér að finna hann. Ég ætla ekki að stofna þannig að ég gef honum bara eitthvað heiti. Gef lýsingu, það ágætt að setja lýsingu til hvers ég nota þannig einkunnarramma í hvaða tilfellum. Síðan einkunnarramminn sjálfur búinn til hér. Smella til að breyta forsendu, það bara eitthvað sem ég ætla að meta í þessu verkefni. Ég þarf að byrja í 0 stigum og ég get skilgreint hvernig þetta til að fá 0 stig. 1 stig, ég get breytt stigunum, ég get farið kannski 4 stig næst og hér get ég útskýrt hvað gefur 4 stig. 6 stig, útskýring á hvað þarf að vera til að ná 6 stigum, svo get ég bætt við stigum og útskýrt hvað, þannig að ég get bætt við aftur og aftur og aftur. Útskýrt hvað þarf til að ná kannski sem 15 stigum. Það er það væntanlega kannski hæsti stigafjöldi fyrir þekkingu á efni og þá þarf væntanlega að koma eitthvað fram, einhver ákveðin atriði hjá nemandanum. Til að bæta við nýrri forsendu, hér komið þekkingu á efni, þá smelli ég hérna fyrir neðan. Bæta við nýrri forsendu. Hvaða forsenda, hvað ég að meta í verkefninu? Hækkandi út frá fjöldastiga, það sjálfgefið að hann byrja á 0, sem finnst þægilega að hafa lækkandi. Þá skiptist þetta bara, þá byrjar hann í 15 stigum og fer í eina áttina. En svo getur bara vista ramma og hafið notkun á honum eða vista drög, þá get ég haldið áfram með hann síðar. Já, ég svona að sýna núna aðeins meira í uppsetningu. Einhvers staðar var ég með, hún bara til nýtt. Ég fer hérna í ritham í þessu námskeiði og bý til nýtt, vel skilaverkefni. Fara yfir helstu stillingar hér. Ég er búin að segja frá mörgum. Sett heiti verkefnisins, eitthvað lýsandi sem nemendur tengja við kannski úr kennsluáætluninni og lýsing á verkefninu, hversu mikið það gildir af lokaeinkunn eða hæfniviðmið og annað. Hér get ég valið að birta þessa lýsingu á forsíðu námskeiðsins. Það nú mælt með svona í bestu venjum
á kennsluvef að setja ekki mikinn texta á forsíðu námskeiðs. Forsíða námskeiðs á að vera meira sem efnisyfirlit fyrir það sem þá vinnu sem krefst. En það svo sem hægt ef það eitthvað stutt að birta það á forsíðu námskeiðsins, þá birtist það fyrir neðan tengilinn á verkefnið. Hér get ég skilað skrá til nemenda ef þeir eiga að hafa einhver gögn til að vinna með. Og svo það verkefna dagsetningarnar, skiladagar, leyfa skil frá og þar dagatal hérna aftan við, það hægt að nota það til að velja daginn. Skiladagur. Ég get valið hérna að loka fyrir móttöku sem ég nota það. Virka hér, loka fyrir móttöku, þannig að skiladagur kannski 24. október en það lokað fyrir móttöku 27. 2 dögum síðar. Og sýna alltaf lýsingu, sumir að nota þetta, það hérna lýsingin, það það sem í riktlinum hér. Segjum að ég væri með einhverjar prófspurningar eða spurningar sem nemendur að svara. Ég vilji ekki að þeir sjái þær fyrr en kemur af skilum, fyrr en geta skilaverkefninu, þá myndi ég haka við að sýna ekki hakað úr þessu sem sagt. Þá sjá nemendur ekki lýsinguna sem í riktlinum fyrir ofan fyrr en þeir geta skilað verkefninu. Texti á vef, skráaskil, þetta var ég búin að tala aðeins. Hámarksstærð innsendra skráa, þetta segir sig nokkuð sjálft. Hámarksfjöldi innsendra skráa, hvað nemendur mega skila mörgum skrám. Þetta valið hversu mörgum skrám hver nemandi á að skila. Kannski einu Excel-skjali og einu Word-skjali eða eitthvað. Leyfa að skila 2 skjölum. Hér þarna texti á vef. Leið og ég vel haka úr skráaskil, þá verður þetta náttúrulega óvirkt. Þá gildir ekki að senda inn skrá. En ég get virkjað hámarks orðafjölda. Endurgjöf, það athugasemdir, ég ætla að gefa nemanda athugasemdir. Ég get hakað úr því. Annotate PDF, það þýðir í rauninni að ég get skrifað inn í skjal nemandans og sett örvar og broskall eða hvað það sem ég var að sýna ykkur áðan. Þá get ég notað þau í verkfærið. Þá þarf að vera að haka við þetta og það sjálfvalið haka við það. Skjalfest endurgjöf. Ef ég haka við það, þá get ég sent nemendum skjal með endurgjöf eða upplýsingum þegar ég ger endurgjöfina. Offline grading worksheet. Ég prófaði þetta fyrir löngu síðan og búin að gleyma þetta. Maður getur gefið einkunnir án þess ekki á netinu og hlaði hann síðan upp. Það var eitthvað þannig. Það bara enginn sem spyr þetta og það gleymi ég til hvers það var. Comment inline, þetta á við texta á vef minni mig. Já. If enabled, the submission text will be copied into the feedback comment field. Þannig að ef ég vel já hér, þá kemur texti nemandans sem hann skrifar inn í Moodle, hann kemur inn í ritilinn fyrir neðan, þannig að ég get kommentað inn í textan í ritilinn. Og þetta ekki mikið notað. Stillingar á verkefnaskilum krefst þess að nemendur smella á skilanapp. Þá hafa þeir svona napp þegar þeir hafa sett skjalið sitt eða skilað inn og skila og eftir að smella á nappin geta þeir ekki breytt skilunum sínum þó að tíminn sé ekki runnin út. Þeir geta alveg sleppt að smella á nappin þó ég virki nappin, þá sé ég skil nemandans þó hann hafi ekki smellt á hann napp. Yfirlýsing endurtekin verkefnaskil, þetta vorum við búin að tala handvirkt eða sjálfvirkt, það sem þar til stafist og hámarksfjöldi tilrauna hérna. Stillingar á hópaskilum, hvort þetta hópverkefni, tilkynningar,
tilkynna kennurum verkefnaskil. Það nú flestir sem vilja ekki hafa það virkjað. Þá fær kennarinn póst í hvert skipti sem nemandi skilar verkefninu. Margir vilja hafa þetta virkjað. Síðbúin verkefnaskil, já, ég vil vita það. Það þýðir að nemendur sem skila eftir skiladag en fyrir daginn loka fyrir móttöku. Kennarinn fær póst þá sem skila eftir skiladag. Kjörstilling fyrir tilkynna nemendum, það nei og það eru flestir sem vilja hafa það nei og vilja bara tilkynna nemendum þegar þeir hafa lokið við að gefa öllum einkunnir. En ef ég hef þetta já, þá fær hver nemandi tilkynningu leið og ég gefi honum umsögn eða endurgjöf. Og þetta er kjörstilling hér, þannig að ég get breytt henni þegar ég er að gefa hverjum nemanda endurgjöf eða einkunn. Þá get ég hakað við tilkynna nemanda. Hér er einkunn, það sem ég var búin að tala áðan. Einkunnaflokkur. Það tilheyrir einkunnabókinni, ég fer ekki það núna. Nafnlaus einkunnagjöf get ég valið já. Og þá fæ ég ekki að sjá nafn nemenda þegar ég gef einkunn, en get svo birt nöfnin eftir að ég hef lokið einkunnagjöf. Síðan er hér use marking workflow. Og kannski ágætt bara virkja það til að sýna það og use marking allocation, marking workflow. Þá get ég merkt verkefni að námsmat sé í vinnslu eða í skoðun eða námsmat útgefið og það eru fleiri möguleikar. Ég get merkt verkefni og þá fær nemandinn að vita að námsmat er í skoðun. Use marking allocation. Þá get ég valið til dæmis ákveðinn hóp, látið einn kennara gefa þeim nemendum einkunn eða valið ákveðna nemendur úr hópnum og valið að ákveðinn kennari gefi þeim einkunn en annar kennari í námskeiðinu öðrum. Og almennar stillingar, ekkert að fara í þetta held ég nema að þið getur spurt aðgangsstýring. Ég get náttúrulega eins og í öllu sem ég stofna í Moodle, þá get ég sett aðgangsstýringu. Ég get valið til dæmis að það sé bara einn hópur sem fái aðgang að þessu verkefni. Ég vel hérna group student must match the following og ég get valið að það fái engin aðgang að þessu verkefni nema hann tilheyri hópi A eða hópnum fjarnemendur eða eitthvað. Auga hérna þýðir, ef það er opið, þá sjá allir nemendur tengilinn á þetta, en hann er svona ljósgrár og það kemur fram að það verði að vera meðlumir í hópi A til þess að geta skilað þessu verkefni. Ef ég krossa yfir augað, þá sér enginn tengilinn á þetta verkefni nema hann tilheyri hópi A. Lok viðfangs. Hérna sjálfvalið nemendur geta handvirkt skráð að búið sé að ljúka viðfangi. Þá getur nemandinn hakað við verkefnið á forsíðu námskeiðsins hjá sér að hann hafi lokið því. Ég get líka valið hérna birta að viðfangi sé lokið eða skilyrði með fullnægt, krefjast einkunnar og hérna að þá hakast við að sjálfkrafa hjá nemandanum að þessu sé lokið þegar hann hefur fengið einkunn. Þetta er ekkert verið að nota ennþá því meður hæfniviðmið eða hugsanlega það er einhverjir kennarar að búa til hæfniviðmið í kerfinu og tengja við verkefni. Geti valið hérna ef ég væri búin að stofna hæfniviðmið og þá get ég tengt hérna við þau hæfniviðmið sem ég hef stofnað. En ég ætla bara í vist að birta hérna og skoða og meta öll verkefnaskil og hérna sjáum við að það hafa bæst við 2 dálkar. Eða þessi var nú, hann bara leit öðruvísi út. Staða, hérna get ég valið hjá þessum nemanda mat stendur yfir. Og þá sér hann bara þessi skilaboð mat stendur yfir þegar hann opnar verkefni. Einkunnagjöf lokið, þá sér hann bara að einkunnagjöf er lokið, hann sér ekki einkunna fyrr en það er valið útgefið.
og hérna get ég valið, hér kæmu allir kennarar námskeiðsins fram og hér get ég valið að þessi kennari eigi að gefa þessum nemanda einkunn. Ef að þetta væru sem sagt hópar, ég fer hérna aðeins tilbaka í uppsetningu verkefnisins og ég ætla að eyða þessari aðgangsstýringu, fara í almennar stillingar, velja hérna þetta knippi með 2 hópum sem að við skipti nemendum í áður. Þá held ég að ég geti valið því fyrir að skoða með öll verkefnaskil. Sjáum við hér, nú komið hérna aðskildir hópar, verkefnahópar. Hérna get ég valið hópur A, þá fæ ég alla nemendur í þeim hópi. Sem þetta séu 100 eitthvað nemendur, þá get ég valið hér alla þá nemendur og markerfilter, já, flýtiskráning einkunna. Hérna þetta set allocated marker. Það að velja kennara sem á að meta þessi verkefni hjá hópi A eða B. Hópur A, merkið alla nemanda. Með völdu stendur hér. Með völdu, þá get ég valið hérna set allocated marker. Og allocated marker, þá fæ ég kennarana hér. Get valið þann kennara sem á að fara yfir þessa þáttakendur og vista breytingar. Og ég sé að núna kemur þáttakandi, þetta númer sem að tilheyrir kerfin, en það skiptir svo sem ekki máli að maður þarf ekki að sjá nöfnin hér. Ég held ég sé búin að tala nógu mikið í bili, þannig að nú sem sagt komið hljóðið aftur á ykkur. Spurningar? Já, ég kannski með hérna 1 eða 2. Þú sagðir hérna að maður getur hérna, það sé bara PDF-skjölin sem birtast þarna í einhvern, ekki Word-skjölin. Sko, það nefnilega þannig að það þarf að setja upp ákveðin konverter inn í Moodle. Kerfisstjórn þarf að gera það hjá upplýsingatæknisviði, því að það þarf að fara að gera í gegnum bakendan. Ef að þessi konverter væri settur upp hjá Háskóla Íslands, þá væri þetta að skila inn Word-skjölum og OpenOffice eða LibreOffice og fleiri held ég. Þá kemur þetta alltaf í þennan, þá getur kennar alltaf skrifað inn í skjali. En af því að við höfum ekki mikla þjónustu í sambandi við Moodle, að þá þessi konverter ekki. Hann var til staðar fyrir 2 árum eða 3 síðan, en hann hefur ekki verið settur upp eftir síðustu uppfærslur. Já, og verður kannski ekki. Það svona ég þori eiginlega ekki að biðja neitt hjá upplýsingatæknisviði. Við erum ekki með nógu góða kerfisstjóra þar til sem kunna Moodle, þannig að ég er svo hrædd að ég klúri ykkur. Já, það er betra þá að vera ekki með það. Nákvæmlega, það mín hugsun, sko. En það var annað, var eitt enn varðandi þessi hópa, að stofna hópana, fer þá maður ekki bara í nýtt við eða þarna? Nei, stofna hópana, það er í þáttakendum að skipta upp í hópa. Já. Það er hér núna. En ef maður ætlar að láta nemendurna gera það sjálfa, sko? Já, þá þarf þú fyrst að stofna svona svokallaða skel eða tóma hópa. Já. Og þá fer við hérna í hópar og ágætt að mynda hópa sjálfvirkt. Og þú þarft að gefa einn nafnarskema, það er hérna segjum bara umræður og síðan þarf ég að setja annarkvort @merki eða millumerki. Millumerki þýðir að það kemur tölustafur á eftir. @merki þýðir að hóparnir eru merktir með bókstaf. Já, ok. Og ég vil skipta nemendum
fjöldi meðlima í hóp sem, já, ég nú ekki meðlima 4, þannig að ég segi bara 2, velja meðlimi að þá, hvar var dáttum? Já, úthluta meðlimum, engin úthlutun. Það þýðir að hóparnir verða tómir. Já, og þeir velja sig inn í það sjálfur. Fjöldi hópa, ég ætla að segja 2, já. Nei, maður þarf að setja upp svolítið annað því miður. Já. Alveg svo einfalt. Ég stofna fyrst sem kennari hópana og ég vista þetta. Já, ég beðum að setja nýtt knippi, hana. Umræðuhópar kalla ég að bara vista. Þá sé ég að það eru 0 meðlimir í umræður 1 og 2. Já. Síðan fer ég á forsíðuna og stofna nýtt viðfangsefni eða aðfeng, hópaval heitir það. Já. Það nota nemendur til þess að skrá sig í hópa og ég segi bara skráning í hópa og einhver lýsing hér fyrir nemendur. Og hér eru nokkra stillingar sem ég geti valið úr og general limitation, ég get virkað hér limit the number of responses allowed, þá geta bara ákveðið margir skráð sig í hvern hóp. Já. Hérna var þetta umræðuhópur, það knippið og ég smelli á umræðu 2 og fæ hérna þá limit og ég segi bara, ég vil fá bara 3 í þennan hóp og segjum 5 í þennan. Ef ég vil að allir hópar séu hérna með jafnmörgum meðlimum, þá myndi ég velja hérna uppi general limitation. Já, ok. Þannig að þegar ég birti þetta, vista þetta, þá geta nemendur skráð sig í hópa. Ok, þannig að maður fer fyrst þarna í ramma, já, og velja það. Já. Fyrst að búa til tóma hópa og síðan að setja upp hópa. Síðan að fara í hópaval, ok. Já, þá held ég að ég sé búin að spyrja það sem ég vantaði að vita. Ok. Já. Þá ég spyrja hérna einkunnarramma, eru til einhver svona generik rammar sem að maður getur svona leikið sér með? Það ætti nú að vera, sko. Ég sá að þú gast fundið séð alla, sko, sem voru til. Já, það hérna. Maður stundur svo tómur þegar maður að byrja. Já, ég veit, ég fæ oft þessa spurningu og það væri nú gaman að þú myndir prófa að setja upp verkefni og fara í gegnum hvort þú færði ekki einhverja ramma. Mér minnir að ég hef verið búin að vista einhverja ramma í kerfinu en það er búið að uppfæra kerfið svo oft síðan að það gæti verið að þeir séu dottnir út, ég þarf ekki að fullir það. Ég þarf eiginlega Ég hef verið að búa til einhverja svona ramma en þá virðist ég hafa verið að samanborið við þetta, þá var það miklu flóknara reyndar. Já. Þannig það var eitthvað mjög skringilegt. Já. Ég pröfa. Já, ég get hérna, ég ætla að skrifa þetta hjá mér, einkunnarramma, vegna þess að ég hef oft fengið þessa spurningu og kennarar eru oft að tala um það að það bara sé erfitt að byrja og þeir átti sig ekki alveg á það fær náttúrulega hugmyndir á að skoða ramma frá öðrum. Já. Ég var einhvern tímann búin að safna fullt af einkunnarrömmum frá fólki á menntavísindasviði sem notaði mikið og ég var búin að setja það á vef kennslumiðstöðvar en það er örugglega fyrir löngu tíð. Já. En ég hérna búin að skrifa það hjá mér og ég skal skoða þetta í fyrsta tækifæri að koma þessu á vefinn okkar. Mjög flott. Fleiri spurningar? Ekki bíli? Nei, ég man ekki, það var þetta sem var bara svona vefjast fyrir mér, ekki annað, sko. Já. Mér fannst þú fara vel í, var þetta einkunnarrammana, sko? Já. Þannig að ég, en örugglega þegar maður fer að gera sjálfur, þá þarf maður örugglega að senda þér einhvern post eða eitthvað, sko. Já, endilega, bara að hafa samband. Já. Ég hugsa að það væri sniðugt hjá mér að reyna því að þetta það svo margir í þessum sporum að koma þessu á netið hjá okkur. Einhverjum svona sýnishornum af römmum og
hugsanlega ef ég get vistað sem admin tilbúna ramma sem að kennari getur það notað sem grunn. Já, ég held að það væri gott. Svo maður sé ekki alltaf að finna upp hjólið, sko. Já, takk kærlega fyrir komuna. Já, takk. Bless, bless. Bless.